við höfum náttúrulega rætt það að hagvöxturinn í nánast engin og það eru þetta hagvasta forsendur í fjárlagafrumvarpinu í tekjumegin virðisauka skattur í streymin vegna aukins hagvastar það má bara efast að það sé raunhæft. Þá ætla ég að fá að setja aðeins inn eitt graf þetta sem að sýnir okkur að það fyrsta annað grafið, Arnar, það þarna fjárlagafrumvarpið fyrir árið 2026 þetta er svolítið magnað, þarna sjáum við hvernig skattheimtan og þetta tekið upp á mokkanum alls saman, en þarna kemur að virðisaukaskatturinn. Mokkinn gerði mjög vel. Mokkinn vissi að hann mjög góður þegar hann kemur að þessu, hann tekur og setur þetta upp á læsilegt form og þarna sjáum við sem sagt að virðisaukaskatturinn á að skila 466 milljörðum eða 33% allra tekna, að meðan að tekjuskattur skilar 304 milljörðum eða 22% af öllum skatttekjum ríkisins og það ég vek bara athygli á því að þarna gert ráð fyrir sem sagt, að virðisaukaskattur hækki á milli ára og hérna það kemur fram og það meðal annars vegna þess að og það vera vegna aukina umsvifa. Virðisaukaskattur eykst með auknum umsvifum í samfélaginu. Þess vegna skiptir svo miklu máli fyrir ríkið og fjármálaráðherra og þegar þú ert fjármálaráðherra og ert að horfa á fjárlög. Það þessi löngun fjármálaráðherra að vaksa út úr vandanum. Já, en þú þarft þá... Tekið það bara streymi inn sjálfkrafa. Það þetta fjármálaráðherra sest niður og sagt, hvar get ég fengið tekjur? Verður mjög gráður í því að hækka hér og hækka hér. Hann alltaf vann að vera forstjóri fyrirtækis sem heldur að hann getur bara hækka hér og hækka hér. Þess vegna á til dæmis afnema samsköttun hjóna. Já, en í rauninni ætti að lækka skatta fá meiri veltu og þannig aukast skatttekjur. Við erum að sjá þess að veiki í Bretlandi núna þessi verkamannastjórnin fór beint í það að hækka skatta og það er bara það er bara erfitt að horfa upp á Bretland núna með þennan mikla samdrátt og þennan samfélagslegu óeiningu sem það vegna þess að öllu þykir okkur nú vænt Breta brest þjóðfélag. Það enski boltinn það ekki? Já, og margt annað. Ég bjónu þarna í London í 4 mánuði sem 80 og Þó þeir séu okkur stundum erfið. Já, þeir voru okkur erfið í þorskastríðin og í kringum æsir. Þeir hugsa náttúrulega yfirleitt sjálfa sig. En ég ætla að fá líka þá að tala það þarna eitt í viðbót og það graf það sem gert ráð fyrir að hækka tekjur af sem sagt eldsneyti og það sem sagt 7,5 milljarðar þannig að bílaeigendur, þetta nú ekki alveg Þetta að breytast yfir í skattaspjall, Jón, hérna. Þetta bara, hlut, ef að það eitthvað sem að stjórnendur fyrirtækja hugsa og hluthafar í fyrirtækjum í hluthafarspjalli hugsa þá það fyrst og fremst verið að auka álögur á einstaklinga þá minni kaupgeta varðandi að kaupa fyrirtækjunum og ef það verið að auka álögur á fyrirtæki þá eru þau í minna í stakk búin til þess að fjárfesta fara í þróunarkostnað, rannsóknir og markaðs herferður og fleira. Hérna ekki svona aðeins að líða lokum hjá okkur, Jón? Já, má ég aðeins kannski bæta einu við bara rétt í lokin. Það graf þarna það sem ríkir, við vorum að tala um bankana og það ríkið herjur af bankana. Þetta afar athyglisvert graf. Bankaskatturinn? Bankaskattur. Hann miklu hærri, það viðtal við Heiðrúnu, þetta tekið upp úr það viðtal við Heiðrúnu Jónsdóttur sem framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu og þar segir Heiðrún einfallega, þetta með ólíkindum. Þessi tala 23,7 fyrir árið 2026 var 21 milljarður fyrir þetta ár. Þannig að þarna ríkið að herja enn og aftur að búa að selja Íslandsbanka. En það að herja á bankana, skilur, með auknum bankaskatti og þetta eru sérskattar sem eru lagðir á bankana. Þetta fyrir utan hagnað, tekjuskatt, þetta fyrir utan tryggingagjöldin, þetta fyrir utan þessa hefðbundnu skatta sem eru lagðir á öll fyrirtæki. Þetta veiðigjöld bankakerfisins. Þetta eru vel orðað hjá þessu. Þetta eru veiðigjöld bankakerfisins. Sértækir skattar upp og svo halda menn á meðan þú herjar á bankan í auknum sköttum
að þá, vegna þess utan eru náttúrulega bankarnir eins og hefur framkomið, það eru 50 milljarðar hagnaður sko á fyrstu 6 mánuðunum eins og við fórum yfir daginn og þannig að það er að koma skatttekjur í gegnum sem sagt aukin hagnaðbankana, en þessi sértæku skattar eru mjög sérstakir og koma kannski í veg fyrir það að vaxtamunurinn minnki. Já, og munu hafa alltaf áhrif á það munu alltaf áhrif á það hvort erlendi fjárfestar hafi áhuga á íslenska björnkerfi þessu utan sko munu alltaf áhrif á það